Anna Jónsdóttir óperusöngkona á tónleikaferðalagi þessar mundir sem ber yfirskriftina Uppi, niðri og þar í miðju. Titillinn tilvísun í ljóðið Lilja sem hún syngur á plötu sinni Var. Titillinn lýsir einnig tónleikaferðalaginu vel en Anna heldur alla tónleika sína á óvenjulegum stöðum eins og hún segir sjálf. En hver Anna Jónsdóttir? Ég úr Reykjavík en ég á eftir að rekja úr Fljótunum og úr Flateyri og að Reykjanesi og ég hef svona dálítið sterka tengingu í Fljótin, bara svona tilfinningarlega tengingu og finnst ég alltaf komin heim þegar ég kem norður. Þegar ég kem yfir Vatnsskarðið þá bara svona, já, nú ég komin heim. Og hvenær byrjaðir að syngja? Ég byrjaði að læra að syngja þegar ég var 16 ára hjá Guðmundi Elíasdóttur í söngskólanum í Reykjavík. En þá var ég ekki alveg tilbúin í þetta og langaði eiginlega frekar að vera fræg popstjarna eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé nú svona draumur allra og bara hætti því og var bara að syngja svona heima. Og fór út í nám með manninu mínum, við bjöggum þar og svo átti börn og svo kom ég heim og fór að syngja, læra að syngja. Byrjaði svolítið seint og vissi einhvern veginn ekkert alveg hvað ég ætlaði að gera við það. Svo bara einhvern veginn tekur lífið af manni völdin og ég allt í einu orðin óperusöngkona að syngja íslensk þjóðlög án meðleiks í lýsistöngum og vitum og einhverju svona uppákomum sem finnst reyndar frábært án þess einhvern veginn að hafa ímyndað mér það. Og hvernig kom það til að þú fórst að syngja einmitt á þessum óvenjulegu stöðum eins og þú kallar það og hvaða staðir eru óvenjulegir? Staðir eru óvenjulegir sem að maður kannski tengir ekki við tónlist eða við söng eða við uppákomur eða það kannski staðir eru óvenjulegir sem vekja hjá manni einhverjar svona aðrar væntingar, hvatir þar sem að svona aðrar tilfinningar kvikna heldur en bara að koma og hlýða söng. Ef maður stendur til dæmis í risastóru lýsistangi þar sem að maður þarf að fara inn í gegnum svona rör áður en maður kemst inn. Fyrir mig var það mesta áskorunin, það var bara svona eitthvað rör og ég bara hélt að ég myndi, já því nú svolítið svona, það er svolítið þungt í mig pundið. Ég held ég myndi bara ekki komast inn og hér bara hvernig ég að gera þetta? Og svo kemur maður inn og þetta eins og að fæðast og maður bara opnast alveg ný veröld. Það hlýtur bara að vera ofsalega gaman að syngja það. Það eiginlega bara ekki annað hægt. Og hvernig hefur þú valið þessa staði? Ég valdi þá með tilliti til fjarlægðar svolítið. Mér langaði að vera út á eyjum, ég verði í Vestmannaeyjum og Grímsey og svo langaði mig að vera fyrir norðan. Það var einhvern veginn svona, mér langaði líka að vera fyrir vestan og austan og sunnan. En það svona misjafnt hvernig aðgengið og ég hlakka til að fara á alla þessa staði en það kannski svona það svolítið áskorun, ég fer í Lakagíga og ég fer í Vatnshelli þar sem maður þarf að fara ofan í jörðina og ég fer í mig var svolítið áskorun, ég búin að fara að prófa það að því svo lofthrædd og svo hef ég pínulítið innilokunarkennd en það einhvern veginn hvarf svo þegar maður bara komin í þessa undraveröld og ég hlakka líka til að fara í Klettshelli í Vestmannaeyjum þar sem að maður bara þarf að fara á sjó og bara í báti að syngja og Djúpavík náttúrulega alltaf bara alveg einstök. Hljómburðurinn hlýtur að skipta máli, hefur ekkert áhyggjur að því að hann hlýtur að vera óútreiknanlegur? Hann svolítið óútreiknanlegur og það svolítið áskorun. Og jú, auðvitað upphaflega verkefni þegar ég gaf út þessa plötu var núna hérna í haust með íslenskum þjóðlögum sungin án meðleiks og það út af fyrir þessu svolítið áskorun af því að það kallar á hljómburð bara til einhvern veginn að líma þessi lög saman. Hljómburðurinn getur orðið svolítið strembinn og ég man mitt þarna í Vatnajökulsþjóðgarði þá vorum við með hugmynd að fara í Eldgjá og þá sagði landvörðurinn já, það gæti nú verið að fossinn væri svolítið svona yrði svolítið hávær og ég ákvað bara að leyfa honum að ráða, ég ætlaði ekki að fara að keppa við foss. Ég samt svolítið hávær sko, hef kraftmikla rödd en nei, ekki við svoleiðis. Þannig að við færðum okkur upp í Tjarnargíg í Lakagígum.
Og það þá meiri möguleiki að heyrist eitthvað í mér. Já, en segðu mér aðeins frá lögunum sem þú syngur, þetta eru íslensk þjóðlög. Já, þetta eru íslensk þjóðlög og þetta í rauninni bara, hvað ég segja, þau lög sem að mér þykir vænt og þetta eru líka svolítið lög sem að hæfa því að vera sungin svona án meðleiks. Ég verða að viðurkenna það, þau eru fyrir utan það að vera mínu uppáhaldslög að þá átti ég kannski 50 uppáhaldslög eða 40 eða 30 og svo þarf ég að velja úr því og þá vel ég svona meðvitað það sem að hendar fyrir svona uppákonur. Sem að, já. Segðu mér aðeins frá plötunni, hún kom út fyrir áramót, já, endilega. Hún svona. Hún kom út fyrir áramót. Hún kom út í október, 20. október. Og er þetta það sem að maður má eiga von á tónleikunum hjá þér? Í rauninni, já. Nema kannski bara skemmtilegra því að það er alltaf skemmtilegra á tónleikum heldur en upptökur. Það er alltaf, það gerist alltaf eitthvað svona, verður eitthvað annan neisti. Já, ég tala nú ekki að maður er inn í helli eða upp í vita. Og það er kannski það sem ég var svolítið að leita að það var að leita að svona, hvað heitir það, atmosfæri, sem sagt, andrúmslofti sem að maður fær hvergi annar staðar. Og einhvern veginn að tengja saman land og þjóð, þetta er voða klisjukennt, en þetta er kannski leið fyrir mig að tengjast rótunum og svona, veit ekki, kannski það. Næstu tónleikar Önnu á ferðalagi hennar Norðurland verða í Grímseyjarkirkju 27. júní og í Verksmiðjunni á Hjalteyri þann 30. Við skulum að lokum fá að heyra Önnu syngja brot úr laginu Stóðum tvö í túni, en það er 3. lagið á plötu hennar Var. Stóðum tvö í túni, tók línum mig sínum,